Ég held að það enginn þetta. Alveg bara á því að það ekki vakna klukkan 10 og ég bara að nasa einn bara. Ég tók með mér myndavél og svona, þannig að ég heyrði ekki svona jafn einmana. Ég sé mig eins og sjálf mig jafnlessaður. Og ég var svona nokkuð með þá hreinu að þetta auðvelt. Svo séð maður bara eyrun spennt og maður sem djöfull. En viðhorfsmótunin. Þetta dálítið flókið. Nú þarf ég strax bara að berjast við það að breyta viðhorf ykkar til mín, sko. Einhver skeggjaður. Með svona geita gegg. Hvað að frétta þessu gæði? Maður uppkennari. Myndu þið treysta barninu ykkar fyrir mér? Ég spyr. Að sjálfsögðu myndu þið. En ég sem sagt búinn að vera að kenna á bíl síðan 98, bíl og mótorhjól. Og það eru nokkrir ökunema búin að renna í gegnum þetta hjá mér. Ég hef starf líka sem tengist umferð líka. Ég byrjaði hérna á sjúkrabíl hjá Slökkvilið Reykjavíkur 1900. Heyrðu þetta nokkuð? 81. Þannig að ég tengist umferðinni og umferðarslysum og þessu öllu saman á ýmsa máta. Þannig að síðan byrjaði ég bara strax þegar ég byrjaði að kenna bíl að kenna í ökuskólanum Mjódd og búinn að vera hjá þeim síðan þá, 98. Þannig ég var gaman að þessu. Það er ekki bara að maður fái fullt af pening, nei, þetta er ekki snýst ekki það kannski. En jú, auðvitað hefur þetta þetta er ákveðin tekið möguleika með svona vaktavinnu en afskaplega þetta nú lýjandi, samt sem áður, sko. Við erum kannski að fást við svolítið ökukennarar, við erum að fást við svolítið vesinn, það er að segja við erum að fá 16 ára einstakling til okkar sem er búinn að vera í mótun hjá ykkur og það er kannski aðra vandamál. Það er ég veit ég kannast við þessu típur sem að barnið situr aftur í og mamman að keyra. Helvítis löggan, erum ekki að mæla þarna? Það er bara löggan er alltaf náðin eitthvað rosalega vondi kall. Helvítis hálfvitin, hann gaf ekki stefnuljós. Ok, svo fær maður krakka til sín í ökutíma og fyrsta ökutíman og það bara hvaða útvarp þetta hlusta á? Svo skiptaði bara, ok, sætlega. Þá getur ekki farið að það svo enda nefnilega þarna. Jú, þá veit ég hver ræður á þarna heimilinu. Það er alveg ljóst að það er ekki foreldrar sem ráða þarna. Þeir stjórna þessu hvað er í matinn og hvað er hlustað á. Þannig að þetta er svolítið svona pínu vesinn og það er þetta með foreldrar sem hringja af því að það kannski einhver, ég veit ekki. Og hvað kostar ökutíminn? Hvað þarf hann marga tíma? Þá þarf maður alveg, þessi ökunemi 32 tíma, eins og maður getur svarað þessu strax. Og einn félag minn sem er nú hættur að kenna, hann sagði sko þegar var hringt og spurt, hvað kostar ökutíminn? Já, ég dýrastur. Já, hvað? Nú, já. Leið bara að spyrja það eitthvað spurningu. Já, sagði foreldri. Nú er barnið með alvarlega sjúkdóm og þarf að fara til læknis í uppskurð. Hringir þá og tékkar. Hvar fæ ég nú ódýrasta uppskurðið? Ert þú mjög ódýr heilaskurðlæknir? Já, það vill engi verið hjá þér sem sagt. Það er kannski þess vegna sem að engi kemur til mín. Nei, ég er nóg að gera. Við erum svolítið að fást við þetta að foreldrar eru svona pínu með skrýtin við og gagnvart ökukennslunni og þarf að nokkuð marga tíma, get ég ekki bara séð þetta. Ég tók nú bara 2 ökutíma þegar ég tók bílpróf. Þá var það svona kall eins og ég þegar var Eskiliðin var ekki eins og upp á malbyggarna. Og það bara sveita bara sem MH er. Auðvitað þurfti hann bara 2 ökutíma, hann var búinn að vera kannski í sveit og keyra dráttarvélar og ekkert hringtorg. Og ekki neitt, skilur, það var náttúrulega ekki flókið, eða ekki kannski mjög flókið. Kannski svona samhengispurning til hópsins,
ef að þið ættu að flokka ykkur sem ökumenn, hversu mörg af ykkur eru frábær? Hver eru svona meðalgóðir ökumenn? Er einhver sem svona til þess að vera svona sæmilega bara? Þetta svolítið þannig með ökumenn og viðhorf okkar fólksins að við teljum okkur vera ógeðslega klá, sko. Ég sé það að þetta bara mjög svipaður rannsóknum sem ég lesið ökumenn að við teljum okkur vera ógeðslega klá. Og það bara eitt sem hægt að segja við, sko, við karlmann, sem verra en að segja að hann sé lélegur bílstjóri. Þeir taka þetta rosalega mikið nærri sér. Ég þekki þetta á þessu kalla vinnustað sem slökkviliðið var að ef maður vogaði sér að setja út á aksturinn, þá var bara bannaður. Ég ræði ekki við hann meira. Þessi maður fáviti, hann setti út á hvernig ég keyri. Það eins gott að hann sagði ekki ég væri með lítinn. Það kannski það eina sem verra, sem ég geti sagt við karlmann. En við erum svo svolítið ofmeta akstursgetuna og það kannski skýrir þetta þegar maður keyrir á stað með ökunema í fyrsta ökutíma og það er þetta frábæra skilt í stopp. Hann keyrir bara framhjá og maður spyr babb, sástu ekki merkið? Nauðið hemlar og maður er búinn að missa kaffi og annað sig og maður var hægt að tala í síman og allt þetta vesinn sem maður gerir sem verður að keyra. Pabbi stoppar aldrei þarna. Hann fóreldrarnir, hvað var ég að segja? Það er alltaf sama vesennið, það er þetta hvar eru þau búin að vera fyrstu 16 árin og hvað á ég að hvernig ég að berjast við þetta. Þannig við reynum ýmislegt og hérna það er kannski annað sem við langar til vegna þess að bara, ekki bara það að ég ætla að kvarta því hvað sumir ökunemar eru erfiðir viðfangs en þá getið þið náttúrulega hjálpa mér og mér langar svona að spyrja bara hversu mörg eitthvað kunnið að spenna beltin. Já, vel gert. Ég þori samt að fullyrða það að það er svona örfáir sem kunna að spenna beltin. Ég veit að horfum þessi fáið til það er alltaf leið. En henni er nefnilega með sko aksturum fyrir að þeir eru segum það að hugsa ekki nógu vel þá sem ykkur þykir vænt sérstaklega litlu kvikindinn í aftursætinu. Það er nefnilega algengur misskilningur svona fólks sem hefur of mikla trú að sjálfu sér að það heldur bara að kunna spenna beltin og heldur að snúist bara það að rífa í beltið og svo heyri það klikk og þá er maður hálfnaður og þá byrjaði ég að stilla sig vel við sætinu, sitja beinn í baki, mjög mörg ekki að sitja svona frekar hallandi. Það hefur ekki tekið til litlu strákunum sem að sitja svona hallandi eins og sé rennibraut. Svo er þetta glugginn sko og maður sé bara derúgu og maður er alltaf að sé 10 ára þessi. Og svo bremsar hann. Þeir eru ekki búin að átta sig á því eða búin að gleyma það var svo langt sem þið voru rennibraut að þú ert svona hallandi. Hvert krumpast þú undir beltið og þjappast undir mælaborðið. Sem gerir við mjög svona spennandi verkefni við mig sem slökkviliðsmanna eða svona klukkutími að klippa, tjekka í sundur þegar við komum að hrúast undir mælaborðið eins að liggur undir sætinu. Það var nú kannski aðeins mótur en að spenna beltin snýst ekki bara það að spenna niður heldur það er þessi hérna. Ef ég sem stökumaðurinn þá þarf ég að svona sletta vel úr þessari hund og renninni svo yfir beltina sem fyrir mjöðmina, sletta og svo þarf ég að herða. Gerðu þið það? Nei, kannski 2, ok. En þegar maður er búinn að herða hérna niður, þannig að beltið þrýst ofan á mjöðmina, þá þarf maður að passa að liggja yfir öxlina. Það má ekki vera frá, það þarf að liggja að öxlinu. Og þá er eitt sjúkdómur sem tengist ákveðnu kyni, ég ætla ekki að segja hvort það er tvennt, það getur verið. Það er sjúkdómurinn þetta sem að höndin bara fyrir yfir beltið. Bara alveg ósjálfrátt. Það er kannski að það passar ekki liturinn við ég veit það ekki. Það er náttúrulega eitthvað svona helvítis belti, það bara passar ekki nógu vel, ég lúkka ekki nógu flott svo með eitthvað svart strik. Auðvitað það belti að liggja hér. Og þarna getið þið hjálpa til við að
að gera þetta almennilega. Kemur þetta smá mynd betri af þessu eftir. Og svo þetta stopp. Hver kann ekki að stoppa? Hvernig ósköpunum það útbreiddur misskilningur í Íslandi að stopp sé að fara ógeðslega hægt, rosalega hægt og varlega? Að ég með ráði því, þeir eru ekkert að gera hjá borginni, sendum það bara með túss og setjum auka P, stopp! Já, þú meina, stopp. Ég held að myndir stopp. Þú veist, það er svo æðislega gott að stoppa svona bara hægt og nálega. Og ef þið farið að stoppa alltaf, þá hjólinn að vera stopp, ekki þannig að maður neglir niður á 60 og þau læsast og halda svo áfram, heldur bíllinn þarf að staðnæmast alveg. Þá þið að hjálpa okkur. Að stopp því stopp, algjör stopp. Það sjá hvort það hérna virkar hérna. Smá myndbandstöppur. Kemur ekki Jó. Þetta er ógeðslega gaman hjá mér. Það er svona sko, ég var að vita hvort það væri, þetta er bara bannaðan 16 nokkuð. Sjá. Hvort það kannski líka gert eitthvað. Sjáðu kallinn, hann er með þetta. Og gerum við eitthvað hérna, og þarf ég að I'll never see her again. Where are you going? Yeah. Never hear her voice. Happy birthday, Dad. Thanks, Linda. Hear her laugh. Take care of my baby girl. Oh, I'll never see her get married. So you know what? oh well, only had a few. Besides, been eating your mum's food all day. Cuddle her children. I'll never hear her call me Dad. And I'll never forget having to choose a coffin. For my beautiful baby. Jaha. Það bortu. Pínu tæknilegir örleikar, þið verður að afsaka þetta. Það er sarra, við heyrum ekki. Þú máttur ekki að það. Ég sé ekkert af þessu. Góð. Þetta sé geggjað. Það vil ég átt hérna. Já, varst þú gaman að þessu? Nei. Ekki þannig sko. Það er þessi útbreiddi misskilningur með nefnilega allir sem klára að spenna beltin að það er nefnilega eins og þið sjáið, ef að beltið er ekki rétt sett á þá lenda líffærin inn í kveðurhulunni í ansi vondum málum. Og ef að þið eru með börnin ykkar aftur í og auðvitað gerðist maður sekur þetta hérna fyrir mörgum árum síðan þegar maður átti litla púka
Maður heyrði bara klikk í aftursætinu og það var vetrarúlpan og vettlingarnir og allt á milli. Maður var ekkert að strekkja þetta eins og á að gera. Þú veist, ég alveg segur þetta eins og allir aðrir, sko. En núna, sko, fer maður aftur og maður, sko, toga bara fast og rækilega ef einhver spennir ekki beltin. En þau þurfa að sitja rétt svo þetta virki. Þú veist, öryggisbúnaður bílsins, það hjálpar ekki neitt ef að beltin ekki rétt á sett. Og þetta getur þið hjálpað okkur líka með að sinna og lagfæra því öll viljum við náttúrulega að þetta gangi vel upp. Og það eru þessi blessu ökuskólar. Við erum með 3 ökuskóla fyrir krakkana sem þau þurfa að fara í. Í ökuskóla 1 sem fyrir æfingaraksturinn fyrir þá krakka sem hafa tök á því að fara í æfingarakstur með foreldrum. Og við erum alltaf með smí vandamála, við erum alltaf með netökuskóla líka, vandamál, en þar kannski ekki þetta spjall sem að menn ná til ökunemana og sögur þegar þeir eru að lenda í hinn og þessu. Og það til dæmis þessi ökuskóla við Mjódd, þar sem við erum með ökuskóla 1, þar erum við með ökuhermi, þar sem við sýnum þeim fram á viðbragðstímann, hversu fljótt við erum að bremsa. Og 90 km hraða með bara 25 metrar á 1 sekúndu. Þau eru alveg sko 1,5–2 sekúndur að ná að bregðast við. En ekki orðin vön. En meðan viðbragðstími 1 sekúnda. Þannig að þar eru þau að sjá, þó þau viti að þau eru að bremsa. Þau vita alveg að þetta alltaf að fara, ég ætla að prófa viðbragðið þitt. Samt eru þau ekki fljótar en þetta. Og menn áttar sig ekki því að 50 km hraða þetta fara 13,9 metra sirka á sek. Bara rétt að kíkja frá 1 sekúndu þá þú komir aftur á. Þess vegna Íslingar heimsmeistari aftanlandsgiftar. Ég er ekki stolt af því, við erum heimsmeistari í einhverju. Ég held að sé forvitni Íslendinga. Við erum alltaf að kíkja inn í bíli fyrir framan. Hvað ætla að sé með þessi gaur hérna aftur í? Best að fara aðeins nær, eða ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort sem heimsmeistari síður ekki, ég bara segi svona. Þannig að þetta svona í ökuskóla 1, í ökuskóla 2 þetta að halda áfram að spjalla við krakkana og fara yfir og ræða við þau hætturnar og fara með þeim yfir þessar helstu umferðarreglur sem að þau sjá brotnar á hverjum degi. Þannig mjög erfitt að fá krakka til þess að alltaf fara eftir einhverjum reglum sem að þau sjá og enginn fer eftir eða mjög fáir, nema kannski ökukennarinn í bílum á undan þegar þau eru að keyra með foreldrunum. Allir komið að geta þessi ökukennsla. Best að taka fram úr þeim. Það verður mjög mikið var við þetta á gatnamótum að það sko alltaf keppni að vera fyrstur á rauða ljósinu. Það voru vör við það að þessi borgaði 10 skall fyrir að vera fyrstur á rauða ljósinu. Ég hef ekki séð það ennþá, maður býst við að hljóta að vera eitthvað hvati sem fólk til þess að keyra, best að drífa sig að næsta rauða ljósi. Styrkja kannski SO, bensín, bílanustum nýja klossa, gefa vel í og bremsa. Þetta eitthvað mjög skrítið sem að þið mörg eitthvað eru sekund. En það hægt að bæta það. Í ökuskóla 3 sem að kom fyrir nokkrum árum síðan, þar aftur á móti önnur nálgun eða sést haldið áfram að fara og viðhorfsmóta börnin. Þar veltibíl, þar sem við sýnum hvernig það bara velta í bílum á mjög litlum hraða, hvað þetta nú óhugulegt og erfitt að ná sér úr belti þegar bílinn hangir á hvolfi. Við erum með svona belti sem sýnir, svona bekkur sem sýnir þegar þau renna áfram á 7 km hraða, finna höggið að sitja í belti. Og þar svona nokkuð að sjá menn líka að það ekki allt sem næst að koma fram í ökutímanum sjálfum í ökukennurum. Þannig í ökuskóla 3 heilmikil svona fræðsla sem að hefur ekki tekist að koma til í þessum ökuskólum eða í bílum. Og og krakkarnir eru mjög ánægðir með það, ekki bara það að þau fara síðan út í ökutæki sem eftir að snúa í ringi alveg eftir vilja hvers og eins. Það eru svona auka hjól við hvert hjól sem hægt að lyfta honum upp á framan eða lyfta honum upp á aftan og við eitthvað sem eru ungir hérna inni, kannski munið til þessu. Það vekur mikla kátinu. En þegar þau komu úr þessum ökuskóla 3 þá allavega eiga þau að upplifa það að þú ræðir ekkert í bílinn í hálku.
Þú ræður ekkert í bílinn á blautu malbiki ef hraðinn er mikill, en þarna er þetta sýnt bara á litlum hraða, bara á 40-50 km hraða. Þar fáðu að nauðhemla að finna hvernig ABS-bremsuna virka, þau finna hvernig beltastrekkarinn togar í belti hjá þeim og þau svona átta sig á því að þessi mjóa akrein sem að maður hefur til umráða, ef ég keyri hratt og átta mig ekki alveg á aðstæðum, þá er ég bara farin út af eða framan á steypubíl eða eitthvað annað hressandi. Þannig að við teljum nú að við sem á réttari leið með þetta og kosturinn við að þessi ökuskóli 3 sé skylda. Þau verða að fara í hana. Það er að vísu undanþágur fyrir þá sem að búa, segjum bara Raufarhöfn, það sem ekki svona ökugerði eða ökuskóli 3, að þau verða allavega að klára þetta áður en þau fá fullnaðarskírteini. Ég var einmitt að kenna í ökuskóla 3 daginn þegar kom ung stúlka og sagði að hún hefði betur verið búin að fara í ökuskóla 3 áður en tók prófið vegna þess að hún missti stjórn á bílum sínum af því að hún missti hægra hjólið út af og hann er bara rosalega og þegar maður er bregður þá er náttúrulega bara heppilegast að beygja ógeðslega mikið þess áttina og þá var bara allt farið í tóma vitleysu. Þannig að þarna er verið að fara með þeir í svona hluti, þau látum prófa að keyra 50-60 km hraða, hægri hjólið ökutæki stett út af og það þarf bara pínu lítið að beygja inn og til þess að ná stjórn aftur ökutækinu ef allt er svona við eðlilegar aðstæður. Þannig að þetta er nú eitt af því sem hefur skilað telja góðum eða betri ungum ökumönnum. Eða allan að vitneskera til þess að ég ræði ekkert við bílinn. Alveg saman hvað ég er klár. Það er kannski einna helst ungi strákar sem koma og þeir eru búnir að vera að drifta, þeir eru búnir að vera að stelast til að keyra og þeir telja sig fyrir ógeðslega góða ökumenn. En þeir þá bara gerir maður aðeins meiri hálku og þá bara missa þeir bílinn eins og allir aðrir. En það er bara eins og með það, með síðan við og þeirra, að þau sem að bara telja síðan að þótt að þau séu búin að fara í þetta, að þau séu búin að fara í svona hálkubraut, að þau séu svo ógeðslega klár eftir á. Þannig að það hefur ekkert kannski tilætlið áhrif á alla, eða sömu áhrif á alla. Þannig að við erum með þetta kerfi staðarskóla, það er vísu bara 2 eftir, því nú vilja allir fara í netökuskóla, það sem hægt er að gera þetta á tiltölulega skömmum tíma. Og þetta kemur að þessu viðhorfi ökunema til þess að læra bíl. Þarf ég marga ökutíma? Þarf ég að fara í ökuskóla? Af hverju? Bara, já, frábært, þú bara fæddist með þetta allt saman og alla þessa vitneskju bara. Hvernig fór sá getnaði fram með það? Hverju var blanda þar með eða kjóma bara allar upplýsingar hvernig á að keyra á bíl og öll umferðarmerkin og ég veit ekki hvað og hvað, þetta kom bara allt með dásamlega. Þessi uppskrift, maður þyrfti að fá þessi uppskrift, það er eiginlega eitthvað sem maður Ég tel allan að við að ökuskólarnir þeir verði að hluta til að vera í svona viðmótafræðslega, við getum verið saman og talað saman og deilt skoðunum. Og síðan alltaf kemur þetta hjá okkur, ökukennarunum, við erum kannski á þessu bíli 15, 20 pluss skipti með ökunemanum og maður reynir og reynir. Sumur er alltaf, þetta er alltaf svo, krakkar eru svo einstaklingsbundir, það, þú veist þau bara, sumir þeirra, ég er ekki að segja, þau gefast bara upp eftir 2 skipti bara, alveg brjálið. Það kan bara prófa að sjálfskipta bíl. Þessi kúplingum og djúfis og helviti og svo er blóð, alveg til, sko maður, þetta tekur smá tíma, sko maður þess að okkur sko. Þannig að við erum að reyna að tala við þau og reyna að segja þeim svona hvað málið snýst, fylgstu með þessum og fylgstu með hinn. Er nokkuð káringur þetta? Já, gott, það er ekki káringur. Það vest nefnilega með þessa káringkrakka. Þegar maður kemur keyrandi úr Vesturbænum og er að leiða Baldursbrekkuna og bara, erum að leita í Keflavíkur? Já, þeir eru svo ríkir nefnilega káringar, þeir fara bara alltaf beint til Keflavíkur og svo bara flogið. Nei, þetta er bara smá svona. En sum þeirra eru svona bara, þegar þau setjast inn í bílinn, þá er rétt spjaldtalaði sími og bara, þú veist, þau eru ekkert að fylgjast með, það er ekki nýtt. Það er alveg bara, það er ótrúlegt. Þingvellir, jú, þau hefur heyrt á það minnst. Selfoss, það er ekki bara eitthvað bóndaverk. Þetta er mjög sérkennilegt hvað börn eru svona
vel vakandi. Svo önnur sem koma bara, þau bara líka við þekkja öll merkin og kannski búin að fá að stýra, sumir geta ekki eins og stýrt beint. Aðrir eru búin að fá að sitja í fangi á foreldrunum. Á hverju horfðu þau svona á mig? Ég viðurkenni það, ég let börnin mín sitja og læra að stýra. Ég hugsa dóttir mín sé verða betur ökumaður en ég og hún bara 24 ára. Og það er svo merkilegt nefnilega með konur og kalla að það eru fleiri stúlkur búin að ná sem sagt bæði bóklegu prófi og verklegu prófi með enga villu heldur en strákar. Og samt og rosa og flinkar að keyra og með rétt viðhorf. Það er mjög áhugavert. Og einhver svona getur gert könnun á þessu og þetta bæta þessu eitthvað inn í þarna það sem fer fram þegar maður er búið til börn. Það er síðan svona rosalega skynsum. Það var gott. En þetta er svona með aukennara við auðvitað eru misjafnir og en ég fullyrði það að við reynum eins og vel og við getum að gera þau eða gera þeim grein fyrir hættunum og gera þeim grein fyrir því að þau þurfa að vanda sig og þau kannski bara kíkja svona þessi geitaskeggur og það er bara fínt, það er gaman að því. Síðan eru sett í próf og þá er þetta svona svolítið magnað. Þetta er þið ykkar sem eru búin að hjálpa börnunum ykkar í gegnum með aukuprófi eða jafnvel nýlega búin að taka aukupróf, þá er þetta er svona íslensku próf. Já, að ferma bíl og þá bara horfa krakkarnir á mann bara þarf þess? Ferma bíl? Já, hvernig óskum á 16 eða 17 ára kvikmyndi að vita að það ferma bíl þá var svona prófin með einhver svona forníslensku ek vil út að aka ferma eða eitthvað svona það var svona þarf þetta að vera svona flókið? Ég spyr, það mætti vera kannski þyngra bara akstursprófið. Því ég er samfærður það, ef við tækjum ykkur öfnun og letum ykkur að hafa svona bóklegt aukupróf 2 mínútur á eða 3. Og þetta er hrikalega snúið. Og þá spyr maður sig ef þið komið hérna og þið takkið svona bóklegt aukupróf og fallið ætti ég bara að hafa, já, það hringja fyrir mig á lögregluna að fá og svifta alla slappa einn út, þau ná ekki bóklegu aukuprófi. Ég er að kenna líka mótorhjól. Þá er ég að fá fólk á öllum aldri, alveg upp í 60 plus að læra mótorhjól. Þau fara í bóklega prófi 5 sinnum að falla. Þau eru búin að keyra í 40-50 ár. Það er bara, þú veist, þetta er svo snúna spurningar, það er bara, já, má ég hringi vin? Nei. Þetta er pínu svona, maður velti fyrir sig bara, svo verður það svo kvíðinn, svo bara eru krakkar í dag þannig að það er alltaf bara, þú veist, það er svo mikla kröfur og þau bara, þú veist, þau eru í MR og það bara, ef það fréttist að mér ég falli í aukuprófi, það er bara skelfilegt. Ertu fáviti? Og svo er alltaf að ljúga, nei, ég fór bara náði fyrsta, svo kíkir maður, já, hann fór 7 sinnum. Það er bara 30 skall sem frumherji fær fyrir hvert próf. Nei, sem sagt öll prófin, 3 og 8 fyrir 1 stakt próf. Þannig maður spyr sig bara, eru þau erfið eða eru þau sanngjörn? Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að skoða í framtíðinni og nú við ætlum að keyra á stað með börnin, við ætlum að fara með út í umferðina. Þau fara fyrsta hringinn sinn bara á bílnum og það er flautað á þau. Já, ekki, það var 50 svo þannig að gengti, sagði. Og það er strax farið að flauta. Og þú ert alltaf fyrir. Af hverju? Og ósköpunum er allir að flýta sér svo mikið. Hvað er það sem er í íslenskt samfélag sem allan að segja við fólk sem hefur verið erlendis að keyra, það er bara, Íslendingar er búið að klippa af allan stefnuljósur og er bara ekkert í bílum á Íslandi, þarf þess ekki. Bara aldrei stefnuljós. Þá er ég hallarislegur. Ég keyri á löglegum hraða. Við erum alls saman hvað skoðum við hafið á hraða. Það geta aldrei verið á 50 eða 30 eða hvað það er. Nei, ég keyri bara á mínu hraða. Þá trúi ég að flýta mér sko, pabbi, hvað, var ekki 50 eða? Já, ég er að flýta mér. Já, þá má maður brjótalega, ég er að flýta mér. Enn og aftur koma við ykkur. Blessuð foreldrarnir. Þannig að þetta er svona spurning með þetta. Síðan er náttúrulega þetta bara, ég er með ökuréttindi og með ökupróf.
ég er sem að þið hefði, og þekkið einhvern sem að þið hefði skítrætt í bílnum og sem hefði bara, það er eins gott að maður komist á leiðarenda sem allra fyrst eða bara, geti ég ekki bara labba hér. Það er svona, þess vegna held ég að akstursprófið eigi að vera erfiðara eða semst lengra, þú voru að sýna fram á og bara geti keyrt. Ekki geti farið í eitthvað svona íslensku krossapróf, það er svona mín persónulega skoðun. Og þetta er bara, þetta er dálítið snúið mál og með eldri ökumenn þá er það líka dálítið snúið mál, þeir sem eru orðnir gamlir og hérna, en keyra samt mjög oft eftir bara eigin getu, en þeir eru bara fyrir að þeir keyra löglegur hraða. Helvítis kallið með hatt, þess vegna er ég aldrei með kall og hatt. Það er nóg að vera með svona skegg, helvítis kallið með skeggi. Þegar maður bætir hattinum á þá er maður bara alveg off. Það var bútskjöfum. En þetta er svona eitthvað sem það þarf að skoða og síðan hefur nú á þessum blessuðu námskeiðum sem heita sérstök námskeið vegna akstursbann. Ég hef verið að kenna þau síðan þau byrjuðu og þau eru öll jafn hissa á því sko þegar maður fer að spyrja þau svo hvað er víma? Og þau svona bara, ég get ekki svarað, þau svona bara horfa á hvort annað, hlýtur þess að svaraði eitthvað. Og svo var nú kall sem ég veit að þau sagði mér náttúrulega sko víma sem slík er eitrunar áhrif sem verða í hausnum með heilann. Það er bara eitrunar áhrif. Það í mínum huga eru vímuefni samankvæmt sem lögleg eða ólögleg. Þú veist, þetta er bara eiturlyf vegna þess að þetta er ákveðin eitrun sem verður í hausnum og og þau aldrei hugsa veitu það. Það er enginn að fræða um þetta. Það er enginn að fræða um það hvaða líffæri þroskast seinast. Og það tala um að heilinn þroski svona cirka 25 ára. Þannig að öll eitrun sem verður í hausinn fyrir það hefur áhrif, sumt varalegt, kannski ekkert allt rosalega mikið, en það er bara, þetta hefur áhrif. Mjög mikið af þeim sem koma námskeið, þessi sérstöku námskeið sem eru haldið fyrir þá sem eru sviptir vegna punktafjölda eða vegna alvarlega umferðarlega brota. Við verðum að gera rannsókn á því svona óformlega. Mjög mikið af börnunum sem eiga við vandamál að stríða saman við vímuefni. Það er þeir sem með greininguna ADHD. Og það er enginn að segja við börnin sko, ef þú ætlar að fikta við þetta áður en heilinn er komin í lag, þú veist, þá eru líkur á vandamálum. Það er alltaf má ekki því að alltaf sérstaklega þessu löglegu eiturlyf, það er svo mikið menning í kringum það. Þetta er svo ægilega flott og fínt. Nú vorum við það með þessi fanatíkur, svona kallar. En þetta er nú bara svona, maður er bara búinn að sjá því miður þannig að þessi ungu krakkar þegar þeir eru á þessum árum, maður er að sjá krakka sem að koma og þau eru frekar hléttaræg og þau eru feimin og svo fréttir maður kannski 1-2 ára seinna að þau eru komin út af sínu spori, kröfurnar að smakka áfengi, að prófa hitt og þetta og leiðu góði menntaskóla og þá er bara þetta er lyft í þessu samfélagi. Það er bara heimilt að vera með þrýsting, já kannski ekki heimilt en þetta er sem gerist og það gerir enginn í því. Það er bara en það samfagnaði fyrir þessa krakka í skólum, það er bara allt fljótandi í öllu. Þau kunni ekki að skemmta sér á þess að vera undir áhrifum, enda sjáðu náttúrulega. Það býða hann til í kvöld sko, þegar pabbi er búinn að fá sér eitt kaldan, þá fæ ég 10.000 kall á kallinu. Jafnvel 20 ef hann er búinn með 3. Já, hann er svo sorgmæddur. Og þá maður að fá sér aðeins. Rosalega gaman aðeins. Og það bara tilefni, ég get búið mig til endalaust tilefni til þess að vera ekki heima. Þannig að maður segir við börnin bara, það er, þú veist, alveg ljóst, það er ekkert, ekki neitt sem að gera betur undir áhrifum en þegar heilinn er í fínu lagi. Þau eru ekkert alveg að kaupa þetta, en maður hugsa með sem maður kannski að sá svona smá fræðum. Kannski einhvern tímann faraði að hugsa að það er kannski ekki allt tómbull sem við erum búin að tala um. En þið sjáum bara þetta með heilann, að þið sem eru búin að eiga börn sem fá frekjukast. Ég held að enginn núna að fara ekki kaffi, hendi sig á gólfið og gargi og grenni. Þau eru búin að ná svo má stjórn á þessu, en þessi krakkar eru bara alveg fram til 20 og ná stjórn á tilfinningum og ákvörðunum og þora bara með beinin nefn og segja nei, takk. Hvað er þetta, eitthvað chicken?
leggur ekki að prófa? Jú, ég legg sko alveg í það. Ein stelpa, hún var tekin í fyrsta skipti. Hún var í partíi og var beitt svona sem að þrýstingi að vera nú með og reykja svolítið. Svo var hún að keyra og tekin alveg miður sín. Hún missi bílprófið, hún missi vinnuna og hún sagði mér bara þessu námskeiði, hún sagði af hverju er engin úrræði, af hverju þarf að vera svona mikil grimmd strax. Ef ég hefði bara fengið, þú veist, já, nú hérna, þú eru uppvísið þessu broti, þú færði að halda prófinu, þú borgar einhverja sekt og svo áttu að koma kannski á 3 vikna fresti í pröfu til að sjá hvort þetta ennþá nota þessi ólöglegu vímuefni. Hún sagði, ég hefði alla daga borgað svona pröfur og bara til að halda réttindunum, að halda vinnunni í staðan fyrir það, þegar hún misti vinnuna og misti prófið, þá fara sökkunum í botninn og koma svona námskeið einhverjum 3-4 ára seinna þegar hún bara ná sér upp úr ræsinu. Þannig að þetta getur verið leiðin til að brjóta það algjörlega niður. Það er svona eitt brot, það er engar aðrar lausnir en bara að sekta og refsa. Það getur að hjálpa. Fyrsta brot, ung stúlka bara sagðist að grenjaði viku og síðan þetta grenjaði þá fór bara að dópa með liðinu sem var með þarna sem að það var kosmur enginn að vinna og enginn í skóla. Stanslist-partí. Þekkisvíspartí. Alla daga, alla nætur. Ekkert að vinna. Það borgar sig ekki. Þetta er nefnilega svolítið svona, maður velti fyrir sér fréttaflutningi. Það verður slys, hvernig túlkar fólk slys, hvernig túlkiði ef að þið myndu missa einhvern aðstandandi, einhvern náum í umferðarslysi. Það var hérna fyrir mörgum ára síðan þá sé mynd, það var bara mynd af einhverjum kalli og einhver James Nolan drap 20 börn af því hann var fullur að keyra. Þetta var í bresku blaði. Það bara mynd á honum, nafnið hans, þess vegna drap 20 börn fullur að keyra. Hérna er alltaf svona daldil svona, já það var banaslys og auðvitað veit ég þetta er lítið land og allt það, en við erum svona svolítið, já ég veit ekki hvað ég að segja. Það er svolítið öðruvísi talað þetta annar staðar heldur á Íslandi. Við erum svolítið að fást við hraðaslys. Við erum með hérna merki. Flestir vita hvað það þýðir. Flestir. En hversu kröpp er þessi beygja og af hverju er hún hættuleg? Maður veit það ekki. Þetta er bara hættuleg beygja. Hún getur verið 90 gráður eða meira, hún getur verið bara tiltölulega hættuleg eins og við segjum, lítið eða mikið. Þú veit allar hringin er vegagerðin búin að rannsaka beygjur. Sumar eru bara stór hættulegar, aðrar eru hættulegar og aðrar eru svona minni hættulegar. Þannig að þú er búin að gera 4 svona merkjum á leiðinni hringin og þú nærð alltaf beyginu 90 og svo sér þetta merki í 1 endskipti og það heldur bara áfram 90 að þú bara fara frá 4 og gengir mig vel. Það sú beygir miklu krappari ef þú þekkir ekki veginn. Og ungir ökumenn sem eru að koma og sjá svona merki, þeir eru ekki komið þessa reynslu eins og þið eru verið komið að ef þú þekkir ekki beygina, þá verður að fara hægar. Þannig að það er búið að vera að skoða öll alvarleg slys. Það er mjög oft sem er svona beygjuvesen, þar sem fólk er ekki að hægja nægilega á sér. Það bara er að ofmeta eigingetu og vanmeta hraðan. Þetta er hérna, það er mjög skelfilegt. Þetta er ekki bara ungir ökumenn, þetta er alltaf bara allir ökumenn sem er lent í þessu brasi. Menn að vera að gera könnun með það sem er mjög hvass vindur. Þú veist, ef við ættum að kenna ungum allt, þá er þetta bara svona 50 ökutímar. Ef við ættum að geta undirbúið ökunum að öllu veiti fyrir þetta. Þannig að þetta er svona, þú veist, það er margt sem maður þarf að skoða. Síðan þessi akstursbann sem kemur 2007, að þetta samkvæmt þessum rannsóknum sem hafa verið gerðar eða tölfræðinni, þá eru flestir af þeim sem koma á þessi námskeið eru svipt, þau halda sig á mottunni. Þannig að vonandi eru við sem erum í þessum skólum að sinna þessu að gera eitthvað rétt, við erum að ná eitthvað til þeirra. Þó svo náttúrulega þeir sem að, já sumir sem er náttúrulega bara komnir á þann stað lífinu, þeir eru bara ekki tilbúnir í þetta. Ég ætla nú að sleppa bara þessu hérna, þetta er svona, mér ég er svolítið ágjörð sem er lögregluna. Mér finnst sko, þegar ég var ungur þá var lögreglan svona bara að stoppa og spjalla og maður var alveg skíthræddur sko.
pappinn alltaf lögga, hann var líka aukennari, þess vegna keyri ég svo rosalega vel. Það er ekki maður vona, allir berið sig við mig þegar maður spyr, hvernig er góður ökumaður? Það bara 43 puttar. Sjáðu þið, þetta er ótrúlegt. En getum við ekki náð meira árangur? Ég til mig séð einn lögreglumann sem er svona gamall eins og ég, hann var að keyra mótorhjól. Hann keyrði við hliðina á bíl og í staðinn fyrir að stoppa hann, að þá bara sýndi hann ökumann, spenntu beltin. Og svo gerði hann svona, þegar ökumann búið spennt, svo hjólaði hann áfram. Þessi jákvæði viðhorf sem að lögreglan, hún á ekki verið þessi gríla sem er bara búið til rúlun, hún á að vera aðstoð. Við höfum að geta líka náð athygli til barnanna með það. Hérna þegar ég er ungur, þá kemur lögreglan í skólan og skoðar reiðhjól. Nú er það alltaf verið að spara. Öryggi kostar alveg saman hvað öryggið er, þannig að við getum fengið lögregluna í lið með börnunum, þá heldur það sé nú betra. Og við fáum svona jákvæðir umfjöllun. Ég sé það að nú er tími minn að verða út runnin, ég er með alltaf mikið glæður með þessu alltaf, maður fann alltaf bara munnræpið þegar maður kemst svona að tala við fólk sko. Það veist ég hafði ekki tíma til 4-5 í dag, það gæti verið gaman að halda áfram. En já, við skulum sleppa þessu myndböndum, það er. Ég held að þannig að æfingaraksturinn, ég held að hann sé, það er mín trú og mín tilfinning að æfingarakstur sem er vel sinnt með foreldri, það skilar bestum árangri. Við erum búin að vera að koma þeim á stað, við fáum foreldrar með í ökutíma, síðan keyrir foreldri kannski 200 sinnum með ökunemanum. Klárlega er það betra heldur en einhver sem bara búin að fara í 20 ökutíma. 20 ökutímar og 200 skipti með foreldrum, sá krakki sem fyrir próf, hann er bara svolítið slagur, hann kann þetta. Það var haldið námskeið í Mjódd fyrir foreldra áður að fara í æfingarakstur. Við erum með stofað fyrir 32, það mætti stundum 1 eða 2. Það er foreldrarnir, ég kann þetta, ég þarf ekkert að fá einhverjan kennslu þetta. Það fara að vera 24 ára, það er einu gröfunar og svo sé búin að vera með bílpróf og haga sér þokkalega. Nei, við erum helviti klár sko. Þannig að ökuskólarnir og ökutímarnir, það var alltaf fast sett 15 ökutímar. Ökuskóli 3, æfingaraksturinn. Ég held sko akstursbannið gerir þau ekkert kannski endilega nema einhver þeirra sem að mann nær til. Þið eru búin að vera frábær. Ég þakka ykkur kærlega fyrir.